Já, komið sæl. Hæðin sem hefur verið hér yfir Bretlandseyjum að undanfarna daga og teikt ánga sína hér til lands. Hún svona gaf af sér nokkuð rólegt veður hjá okkur í dag, þó vissulega væri nú svona rakt á köflum hér vestanlands og hitatölur ekkert svo háar, eitthvað 7-8 stig. Hiti fór endar í 15 stig fyrir austan og gerði það á Egilsstöðum en það eru svona blikur á lofti varðandi hitafarið að sjá okkur, hann að halla sig meiri norðlega átt þegar á morgun og útlitur að næsta vika verðin svona dálítið helgu því og öllu kaldari loftmassa yfir landinu þá. En hæðin hér sem var yfir Bretlandseyjum, hún svona smá saman að gefa eftir og færast hér til austus. Það svo sem opnar fyrir þessar lægðir að koma nær en það er alltaf svona meira að fikra sig þá hér upp á milli Íslands og Noregs getur við sagt þannig og það býður þá upp á þessa norðlega átt síðan meir þegar líður á helgina og við sjáum að í dag var nú svona bara sæmilega mildur loftmassi yfir landinu en það sem kannski svona athyglisvert fyrir okkur þetta kalda loft hér norður af landi sem að skríða til suðurs og mun svona spila rauninni stærsta hlutverki hjá okkur næstu daga og rauninni svona út næstu viku ef að spár ganga eftir. Og svona í nærstöðinu þá sjáum við að það var skýjað hér á vesturhelmingi landsins og gerði súld svona öðru hvoru hér út við vesturströndina. Það er bara nokkuð bjart yfir, vindstrengur hér úti fyrir vestfjörðum og með suðausturströndinni og ekki mikið svona sem breytist hvað varðar kvöldið og nóttina. Þó svona smá sem að þeirra líður á mótni að þá náttúrulega deyja þessi vindstrengi niður og veru polluróldi veður í fyrramálið en vissulega hægt við að gera lítið sáttur úrkomu og köflum bæði vestan og norðan til á landinu en síður í öðru landslutum og það geti jafnvel verið sólríktur allan stund og klukkan 14 á morgun og þá verða hitatölur á þessa leið við erum að tala fyrir þetta 5-10 stiga hita að mestu leyti geti verið bjartviðriskafli hér á Suðurlandi sem á norðausturhorninu að öðru leyti skýjað og svona byrjaði að komið svona smá vísir að þessari norðanátt þá hér norðvestan til á landinu sem mun síðan bara ágerast þegar líður þá á morgundaginn þéttast þrýstilunir yfir landinu og það létti þó til á vesturhelmingi landsins að fara á nótt sunnudags en það þó kortin að gera ráð fyrir lægðadræði sem getur komið þá hér inn á suðvesturhornið á sunnudag með þá allan að skýjabakka og ef ekki úrkomu og einnig getur gert lítið sáttur úrkomu bæði norðan og austan til þá sérstaklega til fjalla hér á Austurlandi og sunnudagur lítið þá svona út á hvað var að hitafarið ekkert farið að kólna svona neitt verulega en samt þetta nú ekki háar hitatölur og síðan svona mun þetta nú svona aðeins breytast þá þegar við klárum helgina á sunnudag og fram til mánudags þetta dragi allar að halda velli hér í námunda við suðvesturhornið og einnig munu koma bakkar inn á norður og austurland og hér loftið orðið það kalt að það svona næsta víst að það mun nú eitthvað snjór verið í þessu norðan og austanlands sem getur einnig gert að þá í þessu dragi hér á suðvesturhorninu og þá sérstaklega í uppsveitum bæði við Faxaflóan og á Suðurlandi. Þannig að við getum svona að fengið svona fyrsta vísin af snjó hér suðvestanlands og sem og eiginlega á norður og austurlandi og svo að sjá að það verður nokkuð grimm norðaustanátt á okkur þá á þriðjudaginn og sem hitatölur bara svona rétt yfir frostmarki eiginlega og væntanlega frostanætulagi og snjó koma á köflum norðan og austan til en bjartviður hér á suðvesturhorninu. Þannig að það er svona ekki spennandi kannski að þann útljóst að það er að stefna í kaldari tíð. Hæðin hún verður hér yfir nánast með aðsetur yfir Danmörku á morgun þar sem miðja hæðarinnar sólríkt í höfuborgum Norðurlandana, versnandi veður á Bretlandseyjum. En við sjáum að það er svo sem ágætt veður í Mið-Evrópu, ótryggara þegar austan dregur og ágætis síðan veður svona mesturleiti á Spáni fyrir utan skúraleiðingar hér úti við austurströndina.
skýjað að mestu leyti og stöku skúrir á Kanaríeyjum, endur síðan yfirferðin þá verið Norður-Ameríku þar sem hittir ennar í 30 stigum í Suðurríkjunum en það svona heldur að fara að kólna þar. Sem það gott að vera í dag. Verið sæl.